Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, skemmtilegur þáttur framundan, þar sem konur eru í aðalhlutverki, svona til heiðurs Óskars konunni, Hildi Guðnadóttur, sem jú ættuð frá Vatnsleysuströnd á Suðurnesjum. Við höldum uppi merkjum kvenþjóðarinnar í þessum þætti og ræðum við tónlistarkonuna Fríðu Dís Guðmundsdóttur, en hún var að gefa út sína fyrstu sólóplötu. Úr tónlistinni förum við á bílavestæði þar sem Rakel nokkur ræður ríkjum. Í lok þáttar kíkjum við á eldra efni úr Suðurnesja Magasíni, en þátturinn fór í loftið í sjónvarpi fyrir 7 árum síðan. En við hefjum leikinn á bílavestæðinu og partasölunni Bílar og partar í Njarðvík. Hittum þar hana Rakel Heiðarsdóttur. Bílar og partar líklega með þeim þrifalegustu bílavestæðum á landinu, án þess þó að við höfum eitthvað fyrir okkur í þeirri staðhæfingu. Verkstæðið rekið af kvenmanni sem segist leggja mikið upp úr því að hafa allt í röð og reglu. Það spari tíma fyrir þá sem vinna á verkstæðinu, þegar þeir þurfa að finna varahluti og sparar í leiðinni fé fyrir viðskiptavini. Rakel Heiðarsdóttir heitir daman og 46 ára gömul. Víkurfréttir kíktu í heimsókn, enda saga til næsta bæja þegar kona á og rekur bílavestæði, partasölu og smurstu. Viðbrögð viðskiptavina einhver önnur þegar kona við stjórnvölinn á bílavestæði? Já, það var bara gott dæmi í morgun. Þegar það komið inn hérna og ég sitt í afgreiðslunni og ég spurð hvort það sé ekki eitthvað hérna sem maður getur svarað samt í bíla. Spurði bara hvort það sé eitthvað að mér. Og þá náttúrulega fara margir yfirleitt alltaf í mínus, nei, ég meinti það nú ekki þannig, sko. En ég get svarað öllum spurningum, flest öllum. Öllum sem við kemur varahlutum og hvað til hérna og hvað við gerum og já, nema að fara til flóknar aðgerðir þá getur kannski ekki svaraði. En þá bara ég með menn í það. Hvers konar starfsemi, getur lýst starfseminni hérna fyrir okkur? Við erum aðalega verkstæði. Við erum með Mobility smörstöð, mjög fína smörstöð. Við flytjum inn varahluti og við erum með notaða varahluti, rífum bíla. Svo fjölþætt, alltaf nóg að gera. Og stuðustemming alla daga, ef ég spyr? Ég myndi segja það. Mér er stundu sagt að fara að hætta að tala. En það nóg að gera, stuðustemming, já, alltaf gaman að vinni. Hvernig að vera með varahluti? Einhvern veginn í mínum huga, þá finnst mér þetta að vera svolítið þungt og flókið. Hvernig að vera með rekstur þar sem að þú ert að selja nýja og hvað eldri varahluti? Þungt og flókið. Þetta lærist. Hvernig skipulagið? Mjög gott. Kannski, bara mjög gott. Ég veit nákvæmlega hver hlutur Þetta allt í tölvu, þetta allt í bók og allt sömu hlutin á sömu stað. Þannig að þú ert ekki að leita innan inn og bara ferða á þann stað sem að þetta er geymt og þá það þar. Bara, mjög skipulagt. Enda tíminn peningar. Þú svaraði eiginlega spurninginu skemmtilega því að ég var einmitt búinn að ímynda mér að þegar maður með varahluta verkstæði og versluna þá sé ég fyrir mér einhverja kalla sem eru orðnir svolítið svartir í framan og þeir fara og grúska eftir varahlutum. Jú, ég fann hérna þetta, þú veist, þetta eiginlega ekki þannig hérna, þetta eiginlega meira skipulagt. Þetta mjög skipulagt, já. Það þarf ekki að grúska eftir einu en einu hér. Þetta alltaf sínu stað. Í sinni hillu, ef það margar hillur. Þú ferð út í gám og það hilla með öxlum. Þú fer bara í hillu 3 og það vantar volskan cutting. Það allt volskan. Og allt eftir því. Og framstöður, ég vil nefnilega hafa dagins erfiðara. Mig vantar framljós á Yaris 1999. Minnstu mál, það hann upp í hillu. Merkt Toyota Yaris. Ein hilla bara Toyota Yaris. Hvernig verða gamlir varahluti til á lager hjá þér? Stundu kaupum við bíla á uppboðum, sem þá klestir eða, bílaðir. Oft kemur fólk hérna bara með bíl sem það vill losna við og þá kaupum við hann fyrir kannski aðeins meira en skilagjaldið og svo hann bara strípaður og það bara tekið það sem heilt
og getur séð eitt dæmi. Við erum búin að búa til form hérna. Svo erum við bara tekin inn. Það sem við notum úr exum við við. Við erum búin að búa til merki á það. Og svo erum bara, tæti niður, setjum þetta svona borð, það sem kemst á borð, vélarnar og annað hérna. Þetta exum við í merkjum. Þetta er búið plast alls saman, svo það engin séns að fari af þessu nafni. Þriðju tilraun tókst þetta. Svo bara gengið frá hlutum og svo restina af bílnum hent og fargað. Og hvað ertu svo að flytja inn nýja varahluti eins og maður kallar það? Já, við erum með stuðara hérna til dæmis. Við flytjum inn mikið af ljósum, afturljósum, framljósum, tókuljósum. Við erum með rúðu uppalara, mikið, spegla og bretti. Hvað áttu varahluti í gamla bíla? Hvað ferður langt aftur cirka? Við getum farið í 90-91. Er algengt að bíleigendur séu að koma að biðja það? Nei. Ef það er eitthvað spes og maður veit að þetta er eitthvað eftirsótt, þá heldur maður í það. En ekki mikið að því. En ef það er orginalpartar eða eitthvað svona spes, þá gefur maður veit að það er verðmæti. Þannig að það er hellingur að fólk sé að koma í dag, bíleigendur, og vantar þessi þjónustu og vantar varahluti í eldri bíla. Það er ekki allar á nýjum bílum í dag? Já, heldur betur. Við erum að fá 100-150 fyrirspurn á dag, partasölu.is. Mikið selt gegnum það. Eins líka samband beint við okkur. Þar getur inn á partasölu, getur séð hvaða bílar er verið að rífa og hvaða vegstæði. Og eins og þá er við eina á Suðurnesju sem er inn á þessar síðu, eina skráða partasölu. Það er, fólk er að leita sér á útrúðs hlutum. Það vil halda í gamla bílinn, stundum oft tilfinningagildi, en fólk er ekkert allar á nýjum bílum. Hefurðu mikinn áhuga á bílum? Ertu með bílaðall? Já, pínu. Sérstaklega núna eftir að maður fór svona meiri í þetta. Þá finnst mér gaman svo flottan bíl, hreinan bíl. Hvernig finnst þér svona almennt vera bara hérna á Suðurnesjum? Er mikill bíla áhugi hérna? Já, ég myndi segja það. Það er það. Flotti bílar og metnaður. Já, ég myndi segja það. Áttu draumabíl? Já. Segðu okkur. Nýjan X5. BMW. Færðu BMW að hérna? Til viðgerða? Mjög sjaldan. Kannski bara svona viðhald, ekkert annað. Bara þetta venjulega, smurum. Ekki mikið bílar, nei. Hvað eru margir að vinna hérna? Ertu bara einn? Nei, við erum hérna 3 og svo góða mann þarna sem kemur eftir vinnu og pabbi er hérna yfirleitt nema til hleypandi Kanarí. Þannig að við erum föst svona 3. Að þetta hérna er náttúrulega bara svona fallega konur. Já. Og svo datt ég niður á. Þarna komum við með það. Þarna komum við með það. En ég sagði samt stopp við að hafa þetta á baði. Ég helst hafa þetta bara hérna fyrir framan. Þetta er bara fallega konur, ekkert að því. Þetta er aukavinnan þín. Ertu að koma að hjálpa henni eða? Já, ég er bara að koma að hlýða. Þú ert bara að koma að hlýða. Þú ert einn af köllan sem stjórnar þess. Já, þetta er bara hennar. Hvernig er hún að standa sig? Það er ótrúlega vel, sko. Bjóst aldrei við þessu svona. En þetta er búið að taka á. En afvarasturinn líka alveg rosalega hjá henni, sko. Það er alveg. Konur eru oft sagðar vera samviskusamar en karlar og svona jafnvel skipulaðari. Á það við í bílageranum? Herðu, já, og þetta er bara við bráðsmitandi. Það er bara svoleiðis, sko. Ég kemst alltaf út hérna sjálfur bara nema að ég byrja að sopa, sko. Já. Og skipulagið og allt saman og ég gæti ekki hugsað mér að fara 2 ár aftur í tíman og koma þann aftur inn, sko. Getur eiginlega ekki ímyndað sér að þetta sé líka bílapartasala, það eru alltaf svo skítuvar eða ekki? Þetta er svo snirtilegt allt hérna. Akkur þarf að vera sama sem merkja á milli verkstæði og skítu og drulli. Við fórum nokkrir dagar í það þegar hún byrjaði að þrífa hurðar hérna bílinn sem vorum að rífa. Þetta skildi ég ekki. En núna get ég ekki gengið frá hurðina án þess að þrífa hana. Nei, þetta er líka bara, þú veist, og líka láta frá sér varahlut, eins og þessu tilfelli, þá
var að setja út á það að ég eyddi korter í því að þrífa hurðarnar ekstra vel áður en ég sendi þær í burtu. Að mér finnst þetta bara eitthvað, ég var að taka við hlut, ef ég var að kaupa varhlut, að fá að hreina og þó að það kosti mig 10 mínútur að vinna og pínu sápu, þá myndi ég vilja frekar fá hann svoleiðis. Og þetta bara bráðsmitandi? Bara geta farið síðan og náði hlut, ég veit að það er búið að þrífa hlutin áður við göngum frá honum, bara fara strax upp og náði hann ef okkur vantar spegil, þá þarf ekki bara upp og náði hann með tusku í hendunum til að þrífa hann á leiðinni niður til að sýna hann. Þetta er svo miklu meira sens. Þannig að þó maður sé að kaupa notaðan varahlut, þá fær maður hann hreinan og fína frá þér. Sjálfsögðu, já. Sjálfur sem að hvað það er. Þú tekur og þrífur allt hann á tórana og Allt svona. bara allt. Það er bara svo leiðis. Er hann duglega að bóna? Ég verð nú eiginlega að taka það að mér, sko. Ég verð nú eiginlega að eiga það, sko. Varðskipið Þór kom til hafnar í Grindavík á 11. tímanum á mánudagsmorgun. Heimsókn varðskips til Grindavíkur markar tímamót því þetta er í fyrsta skipti sem varðskip kemur til hafnar í Grindavík. Tilgangur heimsóknarinnar var að máta skipið við hafnarmannvirkin í Grindavík. Þar hefur Þór verið útluta pláss við Miðgarð. Þar eru HS Veitur jafnframt að koma fyrir búnaði þannig að mögulegt sé að nota varðskipið til að framleiða rafmagn fyrir Grindavík verði bærinn án rafmagns til lengri tíma, til dæmis vegna náttúruhamfara. Eins og kunnugt er að fréttum er óvissustigi í gildi fyrir Grindavík og nágrenni vegna landris vestan við Þorbjörn. Landrisið er talið vera vegna kviku innskots á 3 til 5 km dýpi. Nýtt starfsár listasafn Reykjanesbæjar hófst síðustu helgi með opnun 3 sýninga. Það telst til nokkurra tíðinda að aðalsýning safnsins samanstendur af verkum frá safnasafninu á Svalbarðsströnd en það fagnar í ár 25 ára afmæli sínu með ýmsum hætti. Listasafn Reykjanesbæjar hefur ítrekað notið vinsamlegrar fyrirgreiðslu safnasafnsins á undanförnum árum, ákvað að taka forskot á þessi hátíðarhöld með því að efna til sýningar á 4 listamönnum úr ranni þess. Þá hefur verið opnuð sýning í Dú safnahúsum á verkum leirlista konunnar Arnbjargar Drífu Káradóttur og ber sýningin titilinn Líf angar. 3. sýningin er úrval verka úr safneign Listasafns Reykjanesbæjar sem safnið hefur eignast á síðustu 10 árum og kennir þar ýmissa grasa. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Ertu að fara í flug? Það er tilvalið að koma með bílinn til okkar í Reykjanesbæ þegar þú fer í fríið. Tjónaskoðun, bílamálun og réttingar, bílrúðuskipti og viðgerðir. Bílbót EHF, Bólafæti 3, Njarðvík. Tónlistarkonan Fríða Dís Guðmundsdóttir er engin nýliði í músíkinni, en hún er engu að síður að gefa út sína fyrstu sólóplötu. Hún er með ofurfríða rödd og tónlistarhæfileika og við kynnumst því í viðtali sem við áttum við hana í hljóðveri Gamesteins í Keflavík. Fríða, myndaalbúm, þín fyrsta sólóplata, ekki sólóalbúm, en hvað getur þú sagt ykkur frá verkefninu? Þessi plata er kannski búin að vera svolítið lengi í bígerð, allavega svona í hausnum á mér. Bara frá því að ég var að skoða plötunar hjá bræðrum mínum og pappa bara sem unglingur, að þá svona kviknaði þessi hugmynd. Og síðan eftir að ég eignaðist stráki minn dag fyrir 2 árum síðan, þá einhvern veginn varð svo mikil svona rár sköpunarkraftur og ég bara einhvern veginn, þó maður hafði engan tíma akkurat núna til þess að ráðast í einhver svona verkefni, þá bara fann ég tíma og kýldi á það bara. Og hvað er þetta að semja? Þetta eru lög sem hafa orðið til bara svona í gegnum tíðina, bara sem hafa komið svona náttúrulega. Ég er ekkert allavega ekki á þessari plötu að setjast niður beint og semja. Þannig að ég er bara svona að reyna að finna svona kannski einhverjum erfiðum tilfinningum
farveg, bara svona losa mig við þetta sem að ég er búin að vera að burðast kannski með síðustu ár og já, skapa rými fyrir eitthvað nýtt. Voru þetta erfiðar tilfinningar í tengslum við að eignast barn? Já, til dæmis, þá er titill á plötuna myndaalbúm. Það fjallar í rauninni bara það ferli að fara í gegnum hverja glasafrjókun á fætur annarri og ekkert gengur eða þannig og það verður ákveðin svona togstreita og lífið bara einhvern veginn svona höktir áfram og maður einhvern veginn bara reyna að finna jafnvægi í öllu hormóna ójafnvæginu kannski. En þú stiltir ójafnvægið af eitthvað með myndlistasýningu líka, þegar ekki? Jú, það ég hef svona átt svolítið erfitt í gegnum tíðin að tala hlutina, en ég verð að finna þeim bara einhvern veginn svona listrænan farvegi í tónlistinni já. Og myndlistinni. Já, þess vegna verði ég að fá að skapa, annars bara einhvern veginn verða þessar tilfinningar allar bara ólgandi innan með mér og ég er bara hundleiðileg. Já. Byrjaði snemma að eiga við tónlistina, ekki? Jú, þetta hefur bara legið svolítið svona vel fyrir mér og bara er partur af mínu lífi og bara hvernig ég bara er sem manneskja. En þessi lög, þetta, hvað getur sagt? Hvað fjalla, hvaða tónlist er þetta sem að þú ert að flytja á þessari plötu? Ég er svolítið að sækja í þennan brunn sem ég var að tala áðan á þessu kannski 50s, 60s, 70s tónlist, allavega hljóðheimurinn er svolítið þannig. Þessi hráa svona gamaldags áferð sem að ég er svona svolítið að sækjast eftir. En svo er kannski ákveðin nýstafleg nálgun. Þannig að svona nýtt og gamalt svona mætist einhvern veginn og úr verður einhver svona falleg orka. En hvernig ætlar að fylgja nýju plötunni þinn eftir? Ég ætla að hafa útgáfutónleika í Bergi núna á laugardaginn og það verður öllu tjaldað til. Ég verð með framúrskarandi listamenn í hverju horni og hlakka mjög mikið til. Og svo ætla ég bara að reyna að spila sem mest og gera kannski einhvað listrænt líka, svona sjónrænt með. Bara kannski í lokin, á hvaða tónlist ert þú að svona hlusta alla jafna? Ætla að sé ekki svona svolítið sálartónlist og kannski þetta nýbylgju vintage sound eða þannig. En svo er ég líka mikið í þessu 50s, 60s, 70s og bara svona fer eiginlega eftir skapi. En það þarf alltaf að vera einhver svona sannleikur, eitthvað svona sem maður getur fundið í tónlistinni, eitthvað svona sem maður tengir við. Hvernig finnst þið þróunin vera svona í tónlist á Íslandi? Mér finnst hún bara frábær og bara ég held að einmitt þetta utanumhald bara tónlistarskóla og það hefur aldrei verið jafn auðvelt að gefa út tónlist og það verður bara til einhver svona ákveðin sköpunarkraftur. Þannig að ég held að framtíðin sé bara mjög björt á tónlistarsviðinu. Og nýjastu tíðindi að íslensk kona með Óskar fyrir tónlist. Ég fæ bara gæsahúð að tala það og hugsa það. Þetta er bara svo stórfenglegt að eiga svona fyrirmynd. Það er bara, ekki hægt að lýsa því. Ómetanlegt. Sýnir að þetta er allt hægt. Það er allt hægt. Til hamingju við nýju plötuna. Takk fyrir. Við ætlum að flytja lagið Barista Blues sem er svona kaffilagið á plötunni. Og með mér eru Finnbjörn Benónísson á gítar og Smári Guðmundsson á gítar og sjálfur ég á bassa. Lögin verða svona svolítið til bara á bassan. Þannig að þetta er svona mikið samspil á milli laglínunar og bassan sem að verða svona fléttast saman í og verða svona eitt á plötunni. Barista Blues. Ég færi þér ást úr sérvaldum bænum endan með seg sál mín að launum en ég geri samt og klár fyrir þig.
with old maps. Að skapa og skrifa and get back. Jú, víst að lifa en ég geri samt upp og lag. Kannski cappuccino Við þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið en viljum í lokin segja örlítið frá starfsemi Víkurfrétta. Blaðið okkar fagnar 40 ára afmæli á þessu ári og við höfum verið að rifja upp eldri og áhugaverð mál sem hafa birst í blaðinu. Við erum að skrifa fréttir og fleira fróðulegt á Víkurfréttavefinn ff.is á hverjum degi. Þetta er orðin okkar einn öflugasti fréttamiðill. Svo erum við í golfi, já, nýjar golffréttir á hverjum einasta degi á kylfingur.is. Þessi þáttur sem og eldri þættir Suðurnesja Magasíns eru aðgengilegir á Víkurfréttavefnum þar sem þið getið horft í hágæðum í snjalltækjánum ykkar eða tölvunni. Við þiggjum ábendingar gott efni í okkar miðla. Við endum þáttinn í fortíðinni en í fyrsta þætti Suðurnesja Magasíns sem sýndur var fyrir 7 árum var rætt við Suðurnesja fólkið í hljómsveitinni Of Monsters and Men, þau Nönnu Bryndísi Hilmarsdóttur og Brynjar Leifsson en þau voru kjörin Suðurnesja fólk ársins 2012. Þau tóku fyrir okkur ábreiðu af þekktu lagi og innslagið á YouTube rás Víkurfrétta hefur fengið gríðarlega mikið áhorf eða yfir 800.000. Við sjáumst að vikuliðinni. Takk fyrir. Halló, við erum Nanna og Brynjar úr hljómsveitinni Of Monsters and Men og við erum menn ársins á Suðurnesjum. Við ætlum að flytja fyrir ykkur eitt lag hérna. Mikið rétt. 1, 2, 3, 4. You were a child crawling on your knees towards it, making mama so proud, but your voice was too loud. We like to watch you laughing. You pick the answers off the plats, no time to think of consequences. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. The water is warm, but it's shooting me shivers. A baby is born, crying out for attention. The memories fade like looking through a fog mirror. Decisions are made and not bought, but I thought this wouldn't hurt a lot. I guess not. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees wanted to be haunted. Control yourself, take only what you need from this. A family of trees
haunted, to be haunted.